Til hamingju með fyrsta sigur Stjörnunnar í úrslitakeppninni. Takk. Þetta lítur að, þetta var nú bara svona nokkuð öruggt. Ég segi það nú ekki. Við vorum að spila mjög vel í fyrri. Vörðin var mjög góð og vorum að hitta svona meginhlutina og vorum að hitta alveg 50% í fyrri. En þær eru náttúrulega með rosalega djúpan bekk og með góða leikmenn og rosalega góðar á opnu velli. Svo ef við ekki skutum ekki almennilega á hálfum velli þá var refsa fyrir okkur bara beint. Og það var það sem þær komum með þetta í 4. Við settum stórskot í restina og stóðumst áhlaupið og börðumst vel og þær voru með stærra lið en við inn á og þess vegna voru þær kannski að frákast aðeins meira. Þannig að það var ná mikið af svona frákastum. En bara frábært, bara krydd á leikmennina að halda þetta út og þetta stigaskori sína eða ekki, þá þurfa allir að chippa inn í varnarlega og spila saman og hreyfa sér rétt. Svo þetta var bara frábært. Já, fyrra hálfleikur, ég meina, þú veist, var þetta eitthvað sem þú varst búinn að vera, sem þú lagðir upp með að loka svona svakalega á þar með vörninni? Já. Við vorum búin að fara yfir þetta og undirbúka svolítið undir það. En það er það sem þær eru bestari er að vera á opnu velli. Og við viljum hafa þær á hálfum velli og slást við það. Það gekk upp og við náðum að stoppa það svolítið. Fylgir sig fyrir alveg sérstaklega. Heimaleikur næst, þið ætlið væntanlega að koma þessi 2-0. Nei, ég ætlum að auðvitað það er alltaf stefnan. Og bara leikur er leikur, þetta er bara körfubolti, sama hvað þetta heitir og á hvaða stað þetta er og stund. Það er bara körfubolti og þetta er eitthvað sem við gerum á hverjum degi í einhverja 10 mánuði. Svo við verðum bara að undirbúa okkur vel og líkamlega andlega. Takk fyrir þetta Pétur og gangi vel. Takk fyrir.